Herru Finnur, þið voruð í smá stund að finna taktin í þessu leik, og þetta segja það? Já, ég ætla nú bara að hrósa Grindvíkingum fyrir það. Jói og Björn Sveinn kom bara með góða plan og það gekk vel hjá mér, hægði vel á leiknum og við vorum bara að ströggla, þeir spiluðu bara mjög vel, þannig að þótt að ég vilja sjá okkur spila betur framan þá ætla ég að hrósa Grindvíkingum og eigna þeim þetta. Hvað sagðirðu við strákana í hálfleik? Komu sterkar út í hálfleik? Já, engin spurning. Við sáum alveg glimpsirnar, þeir taka 15 sóknar frá okkur í fyrri hálfleik. Við erum með 9 tapa held í fyrri hálfleik. Það eru svona atvik sem gátu lagað og gerðum töluvert betur í, en það jafnræði með liðunum framan af þriðja leikjunum, en svo er það breytin, svo er það strákarnir af bekknum, svo er það Bjössi setur tóninn hana með stórum þrist í lok fyrri hálfleik og Snorri kemur með fáar en góða mínútur inn og svo framvegis, og Helgi náttúrulega svo Helgi er. Þannig að ég ánægði með svona róturingunni hjá okkur og þeir settu tóninn eiginlega. Úrslit í bikar, Þórsarar eru þar, hvernig líst þér á það? Þórsarar þar, Helgi að þeirra á því. Bara vel, ég meina við vissum að hvaða lið sem myndum mæta þá var það hörkuleikur og hörkulið, þannig að við þurfum að undirbúa okkur vel og halda fram að bæta okkur og aðeins finna svör við því sem við erum í vandræðum með hérna dag og það er bara sem við viljum gera, verða betri. Ótímabært, en ég ætla samt að láta þetta flakka, eru menn byrjar að hugsa tvennuna? Ég meina, við stefnum alltaf á það, þannig að við förum ekki inn í tímabili og sjáum svo til, við ætlum okkur alla titla og við erum skrefið nær núna, en það er stór skref sem við erum að stíga í höllinni og erfið prógram framöndan í deildinni, þannig að það er bara rock and roll. Takk fyrir þetta. Takk.